tilhneiging í velferðarkerfunum vestrænu til þess að vera einsleit, til þess að finna eina lausn fyrir alla. Og það byggði á einhverju svona, vissuleyti var menningin einsleitari á þeim tíma, en svo náttúrulega var ákveðin svona, það var ekki hægt að segja að menningin hafi verið of einsleit, hún hafi verið samstilt of mikið, reynt að þrönga fólkin í ákveðin hlutverk og annað slíkt. Og það er þessir þættir sem að frjálshyggjan horfir á í ríkisvaldinu. En kannski í staðinn fyrir þess að velta fyrir sér, getum við framkvæmt þessa starfsemi á annan hátt, getum við tekið tillit til fjölbreytileika í opinberri þjónustu til dæmis, þá er þeirra lausn einfaldlega að losa sig við ríkisvaldið. Svo á þetta líka dýpri rætur sem að liggja í því að til dæmis þegar Adam Smith er að skrifa, þá er hann að skrifa í allt öðru umhverfi. Hann er ekkert að tala um velferðarkerfi eða eitthvað svona sósíaldemókratískar hugmyndir. Hann er að berjast við svona merkantilískan kapitalisma þar sem að opinberar stofnanir settu alls konar skorður. Þú gast verið með svæði þar sem var atvinnuleysi og í næsta bæ við hliðina þá var hins vegar mikill skortur á vinnuafli og það var ekki hægt að færa fólk á milli út af vistaböndum og hömlum. Og það er kannski þessi frumstæða hugmynd drottnarann og konunginn og kannski að því leyti kannski urðu ákveðin skil, til dæmis Hobbes er kannski ykkur leyti upphafsmaður hugmyndarinnar, en frjálshyggjan gengur lengra í því að tortryggja það að við þurfum þennan ráðandi drottnara til þess að stýra samfélaginu. Þannig að ykkur leyti þá er þetta svona frekar frumstæðar hugmyndir sem að eiga í sjálfu sér ekki við í samfélagi sem að byggir á lýðræði, þar sem að stjórnvöld eru ekki drottnarar heldur veita þjónustu. Svona maður, skoðar þetta í víðara samhengi. Og eins og Hobbes kemur í rauninni fram og er er að andæfa bara miðaldaskipulagi í rauninni. Í raun og veru. Og á þessum tíma er verið að reyna að finna lausnir á því hvernig það sé hægt að búa til samfélag sem að byggir á eykur frelsi einstaklinga. Þar sem að fólk er ekki fast í ákveðinni stéttastöðu að því að fæddist inn í hana og hvernig sé hægt að skipuleggja samfélag fyrir frjálsa einstaklinga. Og kannski í þessum hugmyndafræðilegu rótum, þessir menn hefðu aldrei getað séð fyrir neitt eins og til dæmis norrænu velferðarkerfin. Hugmyndin ríkisvald sem þjónustu aðila, hún var svo fjarlæga að þeim hefði ekki eins og geta dottið í hug. Þannig að því ríki var alltaf drottnarinn. Ríki var alltaf drottnarinn. Og lausnin var raun og veru hvernig við getum lágmarkað vald þessa drottnara. Þannig að, hvað það var þar. En svo er kannski annað sem skiptir máli í þessu samhengi líka, sem kemur að þessu nánu tengslum svona ríkjandi hagfræðikenninga og frjálshyggju. Er það að við getum kallað nýklassískar kenningar, þær ganga út frá mjög svipuðum forsendum og frjálshyggjan mannlegt eðli, og það sem að tortryggnin kemur þar inn er að ríkisvaldið skekki virkni markaðarins. Og það er ekki fráleit hugmynd. Ríkisafskipti hafa skekkjandi áhrif og markaðir eru einstaklega vel heppnuð fyrirbæri til að hámarka hagkvæmni og auðsköpun og annað slíkt. En kannski spurningi sem við þurfum að fara að spyrja ykkur í dag sem samfélag, og kannski ekki bara við sem samfélag heldur er bara Vesturlönd sérstaklega, er það hversu mikla auðlegð þurfum við? Getum við fórnað ykkur af aukinu auðsköpun með því til þess að tryggja önnur samfélagslega markmið, til að tryggja það að enginn þurfa að líða skort í samfélaginu, til þess að tryggja það að við göngum ekki of langt á auðlindi náttúrunnar, að við séum ekki að menga of mikið, láta önnur gildi heldur en ráa peningahyggju stýra samfélaginu. Og við náttúrulega stöndum frammi fyrir gríðarstórum vandamálum, bara sem jörðin sem samfélag, að við erum með lönd þar sem að lífskjör eru skelfileg hreinlega. Við þurfum að finna einhvern flöt á því að þessar þjóðir geti þróast og lífskjör þeirra geti batnað, en við þurfum einhvern veginn líka að vera tilbúin þá til þess að gangi upp, að gefa eftir hlut af okkar hagvasta kröfu, að fara að horfi það að kannski við höfum það efnislega nógu gott, þessi komið tími til að leggja áherslu á eiga tíma með vinum okkar á fjölskyldu og hluti sem skipta kannski meira máli heldur en að geta keypt sér nýja hluti á
á hverju ári. Þessi hugmyndum að hagvextur sé alltaf til góðs hérna, þurfum að fara að endurskoða það. Það komið tími til að endurskoða það og kannski ekki síst líka vegna þess að því meiri sem auðlega verður, því erfiðara verður að viðhalda jafnum hagvexti og einhvern tímapunkti það bara orðið, það sem að kannski hefur viðhaldið hagvexti á undanförnum árum á Vesturlöndum skuldsöfnun. Framleiðni hefur ekki aukist sem að sama magni hún gerði á eftirstríðsárunum. Það sem að hefur gerst á móti að fyrirtæki, fjármálastofnanir, hið opinbera og heimili hafa verið að auka skuldsetningu til þess að halda auknu fjármálsflæði, til þess að halda hagkerfinu gangandi í raun og veru. Og kannski ein leksjan úr þessu bankarhenni sem náttúrulega alþjóðlega kreppa það að svona getum við ekki haldið áfram mjög lengi. Einhver tíma kemur að því að þegar þú safnar skuldum að þú þarft að borga þær. Kolbeinn Stefánsson, þakkaði fyrir komin í Víðsjá. Kolbeinn Stefánsson, ritstjóri bókarinnar Eilífðarvélin, uppgjör við frjálshyggjuna. Aðrir höfundar bókarinnar eru Giorgio Barucello, prófessor í heimspeki við Háskólann á Akureyri, Mía Vabö, doktor í þjóðfélagsfræði, Per Gústafsson, aðjúnkt við Linnaeus Háskóla, Salvör Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, Stefán Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands, Sveinbjörn Þórðarson, doktorsnemi í vísindasögu við Edinborgarháskóla og Þorgerður Einarsdóttir, prófessor í kynjafræði við Háskóla Íslands. Og þannig ljúkum við Víðsjá að þessu sinni. Einar Sigurðsson var tæknamaður hér í beinni útsendingu. Við þökkum ykkur samfylgdina, hlustendugóðir. Heyrumst aftur á morgun klukkan 16:05. Lifið heil.